Lárus Jónsson. Ég ætla að byrja þetta viðtala á því að tilkynna ég ætla ekkert að ræða síðasta leik. Við snúum okkur bara beint af verkefninu, næsta verkefni. Það er 32 úrslit á móti stórveldi Haukáar Hafnarfirði. Hvernig leggst þetta í okkur? Bara mjög vel. Þetta er svona leikur sem við höfum alltaf að vinna, ekkert að tapa. Þannig að við bara nálgumst þetta þannig. Þetta er lið sem var í undanúrslitum í fyrra. Þannig að, bara mjög sterkt lið. Þeir eru konum með 2 sigra í úrvalsdeildinni núna. Þeir eru að spila aftur í kvöld, þannig að þeir getur konum með þrjá fyrir leikina mót okkur. Þannig að, við ætlum bara að hafa gaman að þessu og gera hvað besta. Við getum sagt að þarna séum við erum ekki að ráðast á garðin þar sem er lægstur. Þetta er náttúrulega lið sem er búið að vera í toppbaráttu núna í mörg ár í úrvalsdeild. Já, bara vel rútirinnar þeir eru búin að vera með sama þjálfarinn í mörg ár. Það komum upp úr fyrstdeildinni og þeir hafa bara farið í gegnum margt saman og þegar maður sér á spila þá eru þeir bara svona vel slípaðir, vita alveg hvað þeir eru að fara og hvað að gera og við munum bara gera eitthvað bestu til að stoppa það og svo náttúrulega fá við 2 fyrirrandi Þórsara til okkar í heimsókn og Markus Ólafur og Hilmar Hennings og það verður líka bara svona auka krydd á leikinn. Þeir voru náttúrulega báðir 2 flottir með þeirra nautví hjá okkur í Þór. Þeir eru að gera flotta hluti núna í Haukum. Markus Ólafur bara dansar inn í teg og lætur öllum illa látum, er með einhver 13-14 frákvöst og hátt í 20 stíð, þannig að þetta er maður sem þú lætur ekkert leika lausum hala. Nei, við þurfum að finna einhverja leið til að stoppa hann. Sko hann ég held að Haukar hafi tekið hann fyrir þetta tímabil út af fyrra, þegar við spiluðum við hann, við á þá það held ég hann hafi verið með einhver 30 stíg og 22 frákvöst eitthvað svoleiðis. Þannig þeir ekki þora annað en taka hann fyrir þetta tímabil. Hann er eins og krakkarnir með sig, hann er drullugóður. En það er líka Hilmar Smári, hann er búinn að vera feikilega sterkur núna það sem af móti 10 stiga með talið í leik eitthvað svoleiðis. Já, Hilmar náttúrulega var lykilmaður í 18 ára landsliðinu núna og hann er bara einn af efnilegri strákum landsins á þessum aldri. Þannig að hann er svona fjölhæfður bakvörður, hávaxinn, hann getur skotið, mjög góður á opnum velli. Þetta er bara svona mjög fjölhæfður og flinkur strákur. Það verður gaman fyrir Júlíus og þá félag og Baldur Örn að fá að glíma við hann núna sem mótherri. Þeir eru búin að tóku slagi með honum í drengjarflokki og meistaraflokki síðasta vetur og svo hann var verið að spila með honum í landsliðum. Þannig að þetta verður eitthvað. Já, þeir ættu allan að þekkja vel inn á hann og hann náttúrulega þekki þá líka vel og vonandi að þeir bara viti á hvaða takka þeir að íta til að koma honum í jafnvægi. Leikurinn er á heldur óvanlegu tíma, hann er á laugardegi klukkan 3 ef mann rétt. Við náttúrulega erum að hvetja fólk til þess að fjölmenna í höllina. Já, endilega. Það er ekkert á hverjum degi sem við fáum mjög gott úrvalsdeildarlið heim og það er búið að vera mjög góð stemning á 2 heimaleikjum hérna. Við skulum bara halda því áfram og bara hvetja allir til að mæta. Og þó að laugardagur þá er ekkert að vera í enska boltanum, þannig að menn hafa ekkert annað betra ekki en að koma og horfa á alvöru körfubolta. Enski. Ég nákvæmlega. Nei, fólk hefur ekkert betra að gera. Við séum bara áfram Þór að gangi vel. Takk fyrir það.